Fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar í gegnum fjarfundabúnað þriðjudaginn 7. júlí klukkan 10. Fundinn sitja Knútur Emil Jónasson, Anna Marteinsdóttir, Anna Bragadóttir, Dóra Rún Kristjánsdóttir, Hallgrímur Páll Leifsson, Freydís Anna Ingvarsdóttir fjarverandi. Í staðinn situr fundinn Snorri Már Snorrason, Eyþór Kári Ingólfsson og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sviðs sem einnig ritar fundargerð. Gerir einhver athugasemd við boðun fundarins? Svo ekki, þá hér fyrsta mál sem Þingeyjarsveit ráðning sveitarstjóra, en fyrir sveitarstjórn liggur niðurstaða ráðningarferlis og drög að ráðningarsamningi vegna ráðningar Katrínar Sigurjónsdóttur í starf sveitarstjóra Þingeyjarsveitar, en staðan var auglýst í byrjun júní og rann umsóknarfrestur út núna 14. júní. Mögnum ráðningarþjónusta sá umsóknarferlið. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Anna, út mute. Já, takk fyrir þetta. Heyrðu, ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með þann áhuga sem auglýsingin hérna sveitarstjóra var sýnd, og ég styð Katrínu í þetta starf sem sveitarstjóra. Hún hefur mjög mikla reynslu og þekkingu sem nýtast mjög vel hjá okkur í Þingeyjarsveit. Takk. Takk fyrir þetta, Anna. Vill einhver annar taka til máls? Svo ekki. Þá liggur hér fyrir fundinum tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykkir að ráða Katrínu Sigurjónsdóttir í stöðu sveitarstjóra Þingeyjarsveitar og tekur hún við starfinu 5. ágúst 2026. Katrín borgfirðingur, fædd árið 1968 og hefur víðtæka reynslu á sveitarstjórnarmálum og stjórnun. Hún hefur áður gegnt stöðu sveitarstjóra hjá Dalvíkurbyggð og Norðurþingi, auk þess að hafa verið kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar. Þá vann hún árabil við stjórnunar- og útflutningsstörf hjá Sölku fiskmiðlun e.h.f. Katrín stúdent frá Samvinnuskólanum og hefur lokið námi í rekstrar- og viðskiptafræðum frá Háskólanum á Akureyri. Þá hefur hún lokið námi í markþjálfun frá Evolvia og viðurkenndur stjórnarmaður frá Akademías. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar afar ánægð með þann mikla áhuga sem sýndur var á starfi sveitarstjóra og metur mikilsta traust sem umsækjendur sýndu með umsóknum sínum. Sveitarstjórnin samstíga niðurstöðu ráðningarinnar og býður Katrínu innilega velkomna til starfa. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar kosningu í nefndir, ráð og stjórnir fyrir 2026 til 2030. Lögð fram eftirfarandi tillaga skipan í nefndir, ráð og stjórnir á kjörtímabilinu 2026 til 2030. Tilnefning í stjórn Mývatnsstofu, það Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri. Tilnefning varamanns í stjórn SSNE Nanna Marteinsdóttir. Fjallskilastjórar eru skipaðir Halldór Árnason, Mývetningadeild, Erlingur Ingvarsson, Vestur-Bárdæladeild, Daði Lange Friðriksson, Austur-Bárdæladeild, Ketill Tryggvason, Fnjóskdæladeild, Ólafur Ingólfsson, Kinnardeild og Hermann Aðalsteinsson, Reykdæladeild. Böðvar Baldursson, Aðaldæladeild. Orðið laust þetta. Og þá með leyfi varaoddvita, það kemur svo betur fram ásetningur sveitarstjórnar varðandi endurskoðun á samþykkt fjallskil í næsta lið sem skýrir þó kannski þessa ráðningu ennþá betur. Vill einhverjir aðrir taka til máls? Svo ekki. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast, þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun, sveitarstjórn samþykkir framlagða tillögu, vinsamlega skrifa merki. Það samþykkt samhljóða. Þriðji liður varðar endurskoðun fjallskila samþykktar fyrir svæðið að mörkum Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps. Í gildi fjallskila samþykkt fyrir svæðið austan Vaðlaheiðar að mörkum Langanesbyggðar og Vopnafjarðarhrepps sem tók gildi 12. maí 2023. Þó samþykktin sé ekki gömul, þá eru frá samþykkt hennar orðnar breytingar varðandi nýtingu og umhverfi fjallskila sem gerir það verkum að sveitarstjórn vill kalla til samráðs og yfirfara framkvæmd og skipulag fjallskilamála með hagaðilum. Einnig þarf að uppfæra samþykktina með tilliti til þess að héraðsnefnd Þingeyinga ekki lengur starfandi en samþykktin var unnin í umboði hennar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá hér tillaga bókun. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar leggur til að þau sveitarfélög sem standa að samþykktinni skipi nefnd sem hefur það að markmiði að endurskoða samþykktina með tilliti til breytts stjórnskipulags. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að senda erindi á aðildarsveitarfélög svo vinna við endurskoðun geti hafist.
Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá næsta mál á dagskrá varðar fulltrúa þingeyjarsveitar í svæðisráði Vestursvæði í Vatnajökulsþjóðgarði 2025 til 2029. En borist hefur erindi frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu þar sem þess farið á leit að þingeyjarsveit tilkynni til ráðuneytisins eins fljótt og við verður komið breytingar á tilnefndum fulltrúum sveitarfélagsins í svæðisráð Vestursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði eða staðfesti ef engar breytingar hafa orðið á tilnefndum fulltrúum að loknum sveitarstjórnarkosningum. Núverandi svæðisráð með skipunartíma til 30. janúar 2029. Málinu var frestað á fundi sveitarstjórnar 25. júní síðastliðinn. Lengur taka til máls undir þessum lið. Svo ekki þá ég til að bókun sveitarstjórn samþykkir að eftirtaldir verði skipaðir sem fulltrúar þingeyjarsveitar í svæðisráð Vestursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði. Aðalfulltrúi verði Þorlákur Páll Jónsson og varafulltrúi verði Anna Bragadóttir. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Mál númer 5 varðar fulltrúa þingeyjarsveitar í svæðisráð Norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði 2025 til 2029. En borist hefur erindi frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti þar sem þessir farið á leit við þingeyjarsveit að það tilkynni til ráðuneytisins eins fljótt og við verður komið breytingar á tilnefndum fulltrúum sveitarfélagsins í svæðisráð Norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði eða staðfesti ef engar breytingar hafa orðið á tilnefndum fulltrúum að loknum sveitarstjórnarkosningum. Núverandi svæðisráð með skipunartíma til 30. janúar 2029. Málinu var frestað á síðasta fundi sveitarstjórnar 25. júní síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá til að bókun sveitarstjórn samþykkir að eftirtaldir verði skipaðir sem fulltrúar þingeyjarsveitar í svæðisráði Norðursvæðis í Vatnajökulsþjóðgarði. Aðalfulltrúar verði Bergþóra Kristjánsdóttir og Kristín Ingi Pétursson og varafulltrúar verði Sigurlína Tryggvadóttir og Anton Freyr Birgisson. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið hér 7. mál. Þingeyjarsveit skipulagsfulltrúi Rögnvaldur Harðarson, sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmda sviðs og byggingafulltrúi Þingeyjarsveitar var skipaður tímabundið skipulagsfulltrúi Þingeyjarsveitar til og með 15. ágúst 2026 samkvæmt úrskurði frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Þar sem Brynja Dögg Ingólfsdóttir hefur nú verið ráðin skipulagsfulltrúi sveitarfélagsins felur sveitarstjórn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að sækja undanþágu til félags- og húsnæðismálaráðuneytisins fyrir Brynju Dögg sem skipulagsfulltrúa Þingeyjarsveitar til næsta árs eða það til Brynja hefur lokið námi sem uppfyllir hæfisskilyrði til að gegna starfi skipulagsfulltrúa. Vill einhver taka til máls þennan lið. Svo ekki þá til að bókun sveitarstjórn samþykkir að fela sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að sækja tímabundna undanþágu til félags- og húsnæðismálaráðuneytisins fyrir Brynju Dögg Ingólfsdóttur sem skipulagsfulltrúa Þingeyjarsveitar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá hér á lokum síðasta mál þar sem fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð aðalfundar dvalarheimilis aldraðra SF frá 24. júní síðastliðinn. Vill einhver taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þetta lagt hér fram til kynningar. Fleiri mál ekki á dagskrá og því fundi slitið klukkan 10:11. Takk fyrir. Ertu ekki núna að slökkva upptökunni, Magga? Á ég að vera stilltur?